við erum með nauðgunarmenningu hérna á Vesturlöndum, við erum með feðraveldi hérna á Vesturlöndum. Nei, hættu nú alveg, Máni. Erum við með nauðgunarmenningu? Hvað kallar þetta stofnanadæmi hérna með, þú veist, að ríki sé að hérna hilma yfir einhver brot, skilur á einhverjum fósturheimilum og... Það er ekki nauðgunarmenning. Það er ekki nauðgunarmenning. Að segja suss og nei, herðu, hérna, tölum ekkert þetta, það er nauðgunarmenning, sko. Það er áhugaverð skilgreining á nauðgunarmenningu. Ég meina, það er ekki langt síðan. Er það feðraveldi líka, eða? Já, þetta er feðraveldishyggja. Hvernig þá? Þarna var einhver húsmóðir sem var að ég er ekkert að bara tala um það. Ég er ekkert að bara tala um það, skilur. Við getum líka takið hérna með Breiðuvíkur málið, skilur við. En þetta er líka, þetta er eitthvað í okkar menningu, skilur við, sem að verður til þess að þetta verður til, skilur við. En feðraveldi, ef við ætlar að tala um orðið feðraveldi og ert síðan öðrum þræði að tala um Íslam, það er feðraveldishyggja innan Íslam alveg eins og... Það er massíft feðraveldi í Íslam. Það er það bara og bróðirinn sem að ræður og konan hefur engin réttindi. Það er ekkert alltaf þannig, skilur. Konan er sko frá vöggu til grafar eign annars. Þú talar um Íslam sem sko bara eins og þetta eigi bara við allt Íslam, skilur. Já, sko... Við erum með Íslam, skilur. Við erum líka með bara frábær ljóðskald. Við erum með frábær listaverk og arkitektúr og skilur en þú vilt fókusa á eitthvað feðraveldishyggju sem hefur skapað sig kringum einhvern hernað og eitthvað svona dæmi, skilur. En sko, við tölum bara réttindi konunnar í Íslam og hvernig það er teiknað upp bara í versum Kóransins eða í Hadíþunum, sko. Það er konan í raun og veru. Hún ræður sér ekki sjálf frá vöggu til grafar og hennar lífi er stjórnað af föður og bróður þangað til að eiginmaðurinn kemur til skjalana og það er kannski bara þegar hún er 12 ára gömul eða yngri. Nú getur við tekið eitt gott, sko, því þú vilt fókusa okkur svona neikvæða þetta. Ég vil ekki fókusa á neikvæða þetta. Þetta er samt líka, þú veist, við erum að tala um menningu feðraveldis innan íslenskra samfélaga. Já, sko, bara ef þú ætlar að tala einhvers staðar um feðraveldi, þá ættir að benda fyrst á Íslam. Þar er feðraveldi sem að... En svo ertu með aðra, en það er alveg til muslima fjölskyldur það sem er bara rosa mikið mæðraveldi, skilur við. Já, það er alveg dæmi um það, skilur við. Eflaust getur það verið til, sko, en... Og það er líka mismunandi eftir stöðum og svona, þú veist, þú er með mismunandi réttindi, þú veist, en þetta skapast náttúrulega líka út frá heimsvaldastefnunni sem skapa þú veist, af hverju feðraveldi en af hverju skapast feðraveldi inn í samfélagum, þú veist, það er til þess að búa menn undir herinn, það koma fólk í herinn. Það kann vel að vera, en málið er að sko hinn vestræni heimur, ef að feðraveldi hefur einhvers staðar verið ríkjandi hér, þá hefur hinn vestræni heimur sko fyrstur allra sko kasta því af bakinu sér. Erum við ekki ennþá svolítið við erum alveg ennþá svolítið fólk er alveg ertu ekki ennþá reiður yfir MeToo, eða veist? Ef ég væri reiður yfir MeToo, hvernig væri það eitthvað feðraveldi? Ég veit það ekki, ég er alltaf að vera kvart yfir einhverju vók og Já, ég meina, vókið er bara sko fasismi og minnihluta alræði sem á að valta yfir meirihlutan. Ég bara, þú veist, það sem að með MeToo samt, þú veist, við erum að tala og við erum líka að tala þetta núna í þessu nútíma og þú segir að það sé engin nauðgunarmenning í vestræni menningu og við erum að tala þetta á sama tíma og það eru Epstein-skjölunir í gangi, skilur við. Já, en nauðgunarmenning það er nauðgunarmenning. Samfélagið sé gegn sýrt af nauðgunarmenningu er það ekki það ákveðnu leiti að ef að elitan eða stjórnarfólkið og kerfið rosalega, þetta þrífst inn í kerfinu. Ef þetta er raunin, skilur í heiminum að það sé bara einhverju pedósinna sem að þú veist, að auðvitað fellir þetta inn í menninguna, skilur Mér finnst Epstein-skjölin vera mjög áhugaverð og ég er svona bara dag fyrir dag núna alltaf að lesa meira og meira og það er svakalegt þegar maður kemur þar fram.
en sá elítu hópur sem þar að verki ekki almenningur og ekki, þú veist, en það var ekki bara ef nú verður það líka það var ekki að Ísland væri nauðgunar menningar samfélag þá myndi það þýða bara að almenningur væri allir að taka þátt það var nú algjört þetta var nú algjört bara ég man ekkert fyrir svo lengu að þú veist, ég úlingur að vera þú veist, það var bara hvað Gilsenegger að djóka með eitthvað, þú veist. Og Gilsenegger var ekki neinn nauðgunarmenning, sko. Gilsenegger bara eitthvað brandrakall. Já, ég að segja, hann var að djóka með eitthvað svona, það Já, en það ekki ákveðin menning, það ákveðin menning. Það segja einhverja svarta brandara, sko, heldur en að sko vera ít undir einhverja nauðgunarmenningu, per se. Það allt annar hlutur.